Gott kvöld, velkomin í þennan fréttatíma sem að þessu sinni helgaður innflytjendamálum. Flokkur Hvíta flokksins kynnti í dag nýja áherslu í baráttunni fyrir þá sem minnst mega sín, en hún felst í því að skilgreina minnst út frá brún-hvítu litakorti sem þingmenn flokksins fengu gefins í húsasmiðjunni. Formaður flokksins segir að fátækt sé mun þægilegri þegar allir í röðinni hjá hjálparstarfi kirkjunnar geti rætt saman gildi þess að borða hamsatolk og sýni fram á minnst 4 ættliði í beinan kvenlegg sem hafa aldrei smakkað kúskús. Leggja þurfti miðjumann á innkirtladeild Landspítalans í dag eftir að hann fékk bráða siðferðisupphljómun, en hann áttaði sig skyndilega á því að íslenskt samfélag nægilega auðugt til að tryggja öryrkjum, öldruðum og innflytjendum fyrsta flokks lífskjör á sama tíma. Samkvæmt sjúkdómsgreiningu varð lostið lífshættulegt þegar hann áttaði sig á því að það eina sem stendur í vegi fyrir þessu að ofurhagnaði banka og útgerðar sé markvisst dægt í vasa örfára útvaldra í stað þess að nýtast í innviði. Og aftur að rasisma, en nýtt stjórnmálaafl sem enginn bað Okkar borg, hefur verið kynnt til leiks í Reykjavík. Helsta stefnumál flokksins að rífa niður alla hjólastíga og nota malbyggi til að hlaða varnargarði kringum Austurbæinn. Framboðið lofar því einnig að ef það nær meirihluta verði allur hummus í borginni gerður upptækur og honum skipt út fyrir umtalsvert magn af majónesi til að viðhalda hvítri áferð í samfélaginu. En að lokum á léttari nótum þá kynnti íslenskt tæknifyrirtæki í morgun nýtt snjallúr sem gefur þér vægan rafstraum í hvert skipti sem þú pælir í því hversu dýrt allt orðið. Markmiðið að rafvæða íslenska æðruleysið og gera fátæktina að spennandi leik fyrir alla fjölskylduna. Og þá að veðrinu, en næstu daga það eins og íslensk stjórnsýsla, ófyrirsjáanlegt og mun láta þér líða eins og þú sért að gera eitthvað rangt þótt þú sért bara að reyna að lifa af. Spáð þungri forréttindaþoku yfir Vesturbænum og Garðabæ sem gerir það að verkum að íbúar mun eiga erfitt með að sjá raunveruleika annars fólks næstu sólarhringana. Þetta voru fokkréttir. Við hvetjum góða fólki til að berjast opinberlega á móti uppgangi fasisma á Íslandi.